Já, verið velkomin að skjánum áhorfandi góðir. IA TV sem heilsar ykkur hér í enn einni útsendingunni í sumar. Í kvöld munum við sjá stórleik í annarri deild karla í knattspyrnu, leikur Kára á Aftureldingar í 17. umferð deildarinnar. Og já, ég heiti Björn Björnsson og með mér hér í lýsingunni í dag er Kristján Gauti Karlsson. Eins og svo oft áður. Eins og oft áður og fyrir leikmaður Stjörnunnar, ungmennafélag Stjörnunnar. Nei, kallið minn ungmennafélags Aftureldingar. Nei, Jú. Er það? Já, það er verður í Reykhóla sveit. Já. Takk fyrir Þetta eru frændiðinni sem við erum að fara að mæta hér. Já, ég hata mósfelsku bræður mína í Aftureldingu. Nei. Göngum ekki svo langt. Nei, hata er stórt og mikið orð. Já, en það er heil umferð spiluð í annarri deild í kvöld og það er hvergi það er ekki í neinni deild í sumar Íslandsmótinu eins og stendur núna sem er jafn mikil spenna. Þetta er einstaklega þéttur pakki þarna við toppinn í annarri deildinni. Já, þetta er liðin í kvöld. Kári og Afturelding er í Kári í öðru sæti og Afturelding í þriðja sæti. Já, Vestri er þannig á toppnum og er að spila og er að vinna leikinn sinn núna, ekki? Já, móti Gróttu, 2-1. Grótta er einu stigi eftir Kára og ég stigum við Aftureldingu og síðan er Völsungur sem er líka að spila í dag. Þeir eru með 28 stig, bara 3 stigum frá Kára. Þannig að þetta er svona 5 lið sem eru bara í hörku baráttu, en síðan er bara mjög stutt í rauninni, það ekki niður í miðja deild, bara 7. sæti. Jú, það eru 8 stig. Það er nú ekki mikið þegar það eru. Nei, en það er aðeins. Það er einhvað en, þú veist, það eru 5 umferðir eftir, eða ekki? Jú. Að þessari meðtalinni. Já, það er sem sagt, og líka það sko, að núna er svona aðeins byrjað að færast sko, menn eru aðeins byrjað að skilja sig frá, eins og Þróttur Vogum voru náttúrulega í blúsandi toppbaráttu áður en komið hingað fyrir viku síðan rúmlega það og töpuðu, þannig að já, það er mjög stutt á milli í þessa deild og þessi leikur í dag mun skipta töluverðu máli upp á framhaldi. Það held ég. Liðið sem vinnur verður í öðru sæti. Þú spáir því? Bara fullir það? Ég fullir það. Þetta meina eftir umferðina? Eftir umferðina. Já, ég skil Nostradamus. Ég er ekki að tala í mótinu sjálfu. Já. Þannig að, já, það er töluverð spenna og það hefur nú fáið trú að því að Kári væri nú samt í þessari stöðu sem þeir eru í þegar svona stuttur eftir af deildinni. Það ég held hreinlega. Ég held það, hreinlega leikmenn og þjálfari hafi kannski ekki beint. Ég Lúli sagði það hér í viðtali við Ödda eftir síðasta heimaleik að hann hefði ekki alveg, hann bjóst kannski ekki alveg við svona blúsandi siglingu? Nei, ég meina liðið er í baráttu bara að komast í innkassodeildina og í innkassodeildinni er bara töluverðir fjármunir hjá liðum þannig að og líka er henni verið í annarri deildinni þannig að ég held að þetta sé staða sem, já, kannski ekki margir að búist við en þetta er algjörlega frábært hvernig Kára hefur gengið. Þetta er bara geggjað sumar. En mjög skemmtilegt. Ég hef nú trú á því að það verður nú svolítið þungur róðurinn síðasta spölinn hjá Káramönnum með að við hópinn út af því að núna hefur hann tynst umtalsvert undanfarnar vikur. Fyrst Páll Sindri fyrir til IA og síðan fór Sverrir og Kristófer til Bandaríkjanna. Helgi Jónsson spilaði sin síðasta leik með Kára í sumar á móti Tindastól síðast. Hann var bókstaflega Shanghai-aður í annað. Hann er kominn til Shanghai í háskóla. Já, það er svoleiðis. Það er svoleiðis. Hann er í skiptinámið í háskólum í Shanghai. Það er ekkert verið að fara bara til Köpen eða eitthvað í skiptinám, það er bara að fara yfir hálfa hnöttin. Já, hann er náttúrulega í Bandaríkjunum í háskóla þannig að hópurinn er að þynnast töluvert og það er spurning hvort við getum fengið byrjunarliðið Kára upp á skjáinn. Já, sko. Hér sjáum við að sem fyrr er Gunnar Bragi Jónasson í markinu og Arnar Freyr Sigurðsson er kominn í vinstri bakvörðin eftir að spila í Hafsend í undanferðinu sem sagt á meðan Sindri Snæfells var í leikbanni. Hann er kominn aftur eftir tveggja leikja bann. Gylfi Veigar er með Sindra í Hafsendum
og Hákon Ingi Einarsson, hægri bakverður, Árni Þór Árnason sem oftar en ekki er í bakverði, er á vinstri kanti í dag, og á hinum kantinum er Ragnar Már Lárusson. Gaman að sjá hann í byrjunarliðinu, hann hefur ekki verið nógu oft í byrjunarliðinu, ég veit það líklega út af meiðslum eða eitthvað, ég trúi ekki öðru, út af gæðinu er svo sannlega til staðar. Guðlaugur Þór og Jón Willum Ákason er á miðjunni, og frammi eru Alexander Már Þorláksson sem er fyrir aftan Andra Júlíusson. En talandi að hópurinn aðeins þinnst, þá sjáum við það að við náttúrulega erum ekki, Káramenn eru ekki með fullskipaðan bekk, og það eru menn sem hafa ekki spilað mikið á bekknum. Allan Freyr er kominn aftur, hann hefur lítið sést í sumar á bekknum allan, og það var Andri Þór sem var varamarkmaður lengi vel, og Guðmundur Sigurbjörnsson þar undan. Þannig að hann kemur nýr inn, Svenni Hlö, formaðurinn sjálfur er á bekknum, vel að merkja taplausir með formanninn á bekknum í sumar. Það er að því er í bestu veit. Það er gæfumerki. Það er þá hann á líka rosalegt rekord. Já, við tjekkum á því, hann er með 112 mörk í ykkurum 170 leikjum. Það er ótrúlegt. Mér finnst bara fáránlegt að hann sé ekki inn á. Já, við búumst við að hann komi nú inn á og spili síðustu 60 mínútur. Já, setji 1-2 mörk líklega. Að minnsta kosti. Ragnar Þór Gunnarsson. Já, hann snýr aftur. Já, eftir 2 ára fjarveru. Ragnar Þór náttúrulega mjög góður leikmaður. Var það. En ég held samt sem áður að heila máli sé að hann sé klárlega ekki í leikformi. Ég held að hann hef ekki eftir með Kára í sumar, þannig að hann er líklega ekki í toppformi allavega. En við búist ekki við að hann spili meira en 10 mínútur korter ef hann kemur inn á. Þú hefur ekki að trúa að Ragga. Jú, ég hef mikla trú á honum, en ég hef ekki mikla trú á leikforminu. Nei, ég skil. Algjörlega sko, hann hefur ekkert, að því að ég veit, hann var alltaf ekkert spilað í sumar, ég hef ekkert heyrt á hann æfingum, en þá má vel vera hann hafi mætt einhvað sko. Já, en síðan eru 2 menn sem hafa nú verið tengsliðinu í sumar náttúrulega. Jú. Það eru Benni Valur og Marino Hilmar sem eru einn á bekknum, og Lúðvík Gunnarsson er hann þjálfa liðið. Þótti nú liðtækur knattspyrnumaður á sínum tíma. Já, það var nú meiðsli sem ráðu hann held ég sem... Já, það gerðu vist út af hans feril. Já, en við erum nú ekki með byrjunarlið afturheldingar allavega ekki uppstilt, en það er þó þannig skipað að í markinu er Andri Þór Gretarsson, nr. 1, Vensel Steinar er fyrirliði, nr. 20, við Skagamenn þekkjum Vensel Steinar. Heldur betur. Hann spilaði nú með Skaganum fyrir nokkrum árum síðan, 2015 eitthvað svoleiðis, 3-4 ár síðan, getur það ekki passað? Jú. Það var í fyrstu deildinni, eða ekki? Jú, 2014 líklega. Eitthvað svoleiðis. Sigurður Kristján, nr. 4, Ondó, nr. 5, Alexander Aron Davorsson, nr. 10, Kristófur Örn Jónsson, nr. 11, Elvar Ingi Vignisson, nr. 16, Kristján Atli Martinsson, nr. 19, Andri Már Hermansson, nr. 23, Jose Dominguez, nr. 26 og Alonso Sanchez, nr. 28 sem spilaði með Víkingi frá Ólafsvík í Pepsi-deildinni fyrra. Já. Á bekknum er engin varamarkmaður hjá Afturheldingu. Nei. Það getur nú fyrir einhver taktík að taka markmanninn bara úr leik. Já, menn það. Hvað er það fórnað rauðurspjaldi í það? Já. Nei, ég hef bara ekki grínast. Númer 6 á bekknum er Andri Hrapp, Viktor Marel, númer 7, Ólafur Fríman, númer 9, Arnór Gauti, númer 21, Jason Daði, númer 22, Róbert Orri Þorkelsson, númer 42 og Jose Miguel González, númer 94. Jason átti með mjög góðan leik þegar Afturhelding vann Kára hér fyrir í vetur. Ég fór í Mosfellsbæinn á þann leik. Já, það var hræðilegur leikur. Já, hann var 5-1 tap. Já, hann var rosalega súr. Hann var mjög sprækur hann Jason á kantinum. Hann er mjög ungur, eða ekki? Jú, hann er 99 módel. Hann er ekki um 20. Hann er 99 módel, ekki um 20. Nei. Okay. Það er svona sem bar hæst í þeirri ferð hérna á Skaganu var stoppið á KFC í bakaleiðinni. Já. Það var agalega ljúft og töluvert svona smá sárabót fyrir leikinn. Fyrir vondan leik, já. En þar settur líka Andri Freyr Jónasson, minnum að hann heiti. Hann er ekki með að spila undanfarna leiki með Afturheldingu og það má segja að það sé fagnaðarefni fyrir Skagamenn að hann sé ekki spila hér í dag. Ég veit nú ekki hver ástæðan er, hvort það sé meiddur eða
eða hvort hann sé bara, kannski hann komið til Bandaríkjanna, það er margir sem að fara þangað, ég bara hef ekki hugmynd hvert hann bara nú veit ég minn en þú sko. En ég held að hann var með einhver sko, ég held að hann hefur verið með hann er búin að vera í yðinu kólan eða ekki sumar 16 mörk, hann skoraði 16 mörk í 14 leikjum tvítur leikmaður og hérna hann hefur ekki spilað, hann spila ekki með Fjarðabyggð 3-0 sigri síðast þannig að ég veit ekki hver ástæðan en hann er feiknagóður leikmaður svo við sem kannski ekki hlutleysi aðalar fögnum því að hann spili þetta Aftureldingarlið er líka bara flott lið sko. Mjög gott lið og það eru líka mikið á ungum strákum Afturelding, þeir kunna alveg að búa til leikmenn og það er kannski svolítið sorglegt fyrir þá að við hafa með tölum þá alltaf, það bestu bitana. Við erum með Arnór Snæ í Skagaliðinu sem er mikilvægur leikur og síðan eru einn efnilegasti leikmaður Skagaliðsins núna, Bjarki Steinn, hann er líka Mosfellingur. Þannig að þeir eiga alltaf Laxness, Mosfellingar, þeir hafa hann alltaf. Þeir eiga hann fram yfir okkur. Já. Það er rétt hjá þér. Þessi misskipt, skulum við segja. Já, það er svo sannarlega rétt hjá þér. En þetta sumar er búið að vera svolítið skrítið fyrir Aftureldingu að nú breytt stig sem skilur að Kári komin upp fyrir Aftureldingu en eftir sko fyrrum fyrir það var einhvern veginn ekkert sem leit út fyrir að þeir myndi ekki fara beinustilega upp. Þeir voru bara á rosalegri siglingu. Ég held að þeir hafa ekki tapað leik í fyrirumferð. Það er svoleiðis. En á móti kemur að í seinni umferðinni er búin að vera frekar slöggjaðum og þeir eru unnið sinn fyrsta leik í seinni umferðinni í síðasta leik 3-0, góðan 3-0 sigur á móti Fjarðabyggð. Þannig að vonandi þessi ekki komnir í ansi kaflaskipt, maður verður bara að segja það. Já, það var líka menn sem voru að rýna í aðradeildina töluðu nú bara það að þetta væri bara liðið sem hverju færi upp með Aftureldingu og leið og menn fóru að ræða það þá einhvern veginn eins og hafi komið einhver skjálfti einhver tremmi. Já, að menn urðu eitthvað smeykir sko. Já, ég veit það hlýtur nú, ég veit það ekki. Er það ekki bara eitthvað bull eða? Vel, það er kannski, það er eitthvað aðra. Já, brondar ekki bara saman ef einhver segir hún þetta standaði vel, sko. Nei, það er rétt hjá þér, en það kannski hefur það aftur. Já, getur verið, sko. Já, það verður komið press á liðið sem ekki. Þetta verður orðnir og kokki bara. Ég veit það ekki, sko, en allavega þá er ágætlega mætt í höllina, kynist mér. Svona sæmilega, það máttu kannski meira en það fólk að tínast inn, og það er líka mjög kalt hérna á Vanda. Já, það er það alltaf, en leikurinn fer nú senn að hefjast. Ég ætla nú kannski að segja hverjir eru dómarar leiksins, en það eru þeir Gunnþór Steinar Jónsson sem er dómari og með honum til aðstoðar eru Guðmundur Ingi Bjarnason og Guðmundur Ragnar Björnsson. Þeir virðast allir vera léttir og kátir. Dómararnir? Já. Er nokkuð annað hægt? Toppslagur? Þetta er toppslagur. Stærsti leikur sumarsins hér á Rásinni, myndi ég halda. Já, ég skal ekki segja. Já, þetta eru svo mikilvæg leiki núna hérna í restina. Sko. Þetta eru það reyndar. Hver leikur öðrum mikilvægari held ég hér eftir. Já. Og líka sko í öðrum deildum. Það eru bara bókstaflega öll liðin í sénsum að fara upp. Já. Kári, náttúrulega IA gengur mjög vel í inkassadeildinni þessa dagana og kvennaliðið er líka bara ennþá í góðum séns að fara upp í Pepsi-deild sem hefur þetta fellur með þeim. Já, en það gæti sem það orðið ansið strempið sko. Já, en ég er að segja, þú veist þetta, það er allt hægt sko. Það er allt hægt, já, og Káramenn, þeir hafa nú verið að gefa okkur helvíti góða leiki fyrir sjónvarpsvæna leiki undanferðinu. Það var mjög tensaður leikur á móti Þrótti Vogum síðast og ég vona, og ég hef nú ekki trú að öðru en að hér það er svo mikið undir að við fáum hörkuleik. Ég á ekki vona öðru. Nei, okkur er ekkert að vandbúnaði síns mér, dómarinn lítur á klukkuna, hann ætlar að hefja þetta á réttum tíma, hann er nokkuð ljóst. Það er ekkert þjóðstart. Jú, hér byrjar leikurinn og það eru Káramenn sem hefja leik. Gylfi kemur með langa bolta hér fram á Alexander. Skallar hann reynir að koma á Jón Vilhelm.
og Alexander já, það er yngast sem Káramenn eiga. Hákon Ingi Einarsson tekur það. Já. Og hér er annar langur fram en Ondo hér er þetta. Hérna er slöksvending sem átti að rata á Kristoffer en það fer bara innkast. Ondo, er það, hann er bróðir Ondo sem er í Selfoss, eða ekki rétt hjá mér? Jú, þetta er litli bróðan sem það ekki, ef ég mann rétt. Og þeir hérna já, hér er Káramenn að byggja upp sók. Jón Vilhelm á Ragga og Jón, þetta er vel spilað en boltinn af Ragga er ekki uppi. Það held ég nú sérstakt fagnaðarefni að Jón Vilhelm sé í byrjunarliðinu í dag. Ég er mjög ánægður með það. Já. Mikill aðdáandi. Já, ég held að allir unnendur góðra knattspyrnu séu aðdáandi þess að horfa á Jón Vilhelm, ég held það líka. Gaman að segja frá því, ég var að ganga upp í Skógrækt bara núna í síðustu viku og var að ganga þar og eftir einhverjum frisbeedisk. Heilsaði mér maður sem að ég kannaðist ekki við og hérna, en ég heilsaði sjálfsög tilbaka og vildi vera kurteist og þá, þegar ég kom að honum þá sagði hann fyrirgeðu, mér fannst þú verið svo líkur Jón Vilhelm. Wow, og ég bara leið yfir mig, ég var svo montinn sko. Já, þetta er alvöru hrós. Þetta er nefnilega alvöru hrós. Hérna er Elvar í baráttunni. Ég er búinn að bíða alla vikuna eftir að geta sagt þess að sögu í beinni útsendingu. Já, og hún var þess virði. Ég votta fyrir það. Já, ég hef sjaldan séð þig bara gapandi. Já. Er það átt að byrja að þinnast aðar hári, Kristján? Það er reyndar ekki byrjað að þinnast. Já, það er brot hérna. Nei, úr með þitt og gott það. Ég held að sé skeggið, sko. Ekki eru það knattspyrnuhæfileikarnir, getur ég sagt þér. Nei, það er sjálfsagt rétt. Og hér er einmitt umræddur Jón Vilhelm sem stendur yfir boltanum. Já. Er mark í loftinu? Spurning, nei, þetta stoppar bara Ondo. Sem kann vel við sig á Íslandi, ég er búinn að spila hérna síðan 2010 held ég. Já, já. Fín sending á Andra, en þetta fer nú bara í hendurnar á Andra líka. Hvað? Alltaf sem hann gefur sér tíma. Já, þetta er viðfræga 6 sekúndna regla eða hvað það er. Já, það hann hefur verið akkurat. Andri reikin hér ofar af völlin. Hákon tekur spinnuna. Bara beint heim í hafsendin. Já. En nú hérna erum við svolítið að vinna með þetta hér í byrjun leiks að hafsendarnir tveir fá boltan og það er Dajak bara fram völlin. Já, neglum leiðunum fram völlin og það hefur nú í þessi þrjú skipti sem það hefur gerst hér á fyrstu 5 mínútunum hefur það ekkert verið. En það er óbúslega fallegt. Það er fallegt að spila. Það er það. Unun að horfa á það. Þannig að en ég meina, þú veist, er þetta ekki að gera það? Það eru fljótið menn á köntunum og svona og Jú. Á geta verið að direkt stundum. Jú. Það er ekkert að því. Ekkert að því. Sérstaklega að Svenni komin inn á. Nákvæmlega. Og hérna, þetta er hættulegu bolti en ekkert verður úr þessu til að halda það boltanu samt sem aður. Kristján Atli með boltan hér. Reynir skot á marki en Gunnar tekur þetta. Kristján þessi kunnust betur við bróður hans kannski. Ásgeir Martinsson spilaði með Skaganum. Kristján spilaði nú með Magna. Þetta er góð tímabil þar í hvert tvö skipti en hér er Gunnar. Menn eiga nú að vera vanar í höllinni en þetta. Já.
Sigurður tekur engastið. Rosa fax á Sigurði. Já, hann þarf ekkert að skamma sig fyrir þetta. Fallegt sítljóst hár. Já, Jón kemur fram og ber boltan fram. Andri sem hefur dreigð og þetta er fín bolti. Býtu hér í hætta, Alexander Már kemst í boltan en það er Andri sem hirðir hann síðan. Andri Júlíusson hefur dreigð sér svolítið hérna út af kant í leiknum. Já, hann hefðu Káramenn aldeilis geta gert sér mat úr þessu. Já, vel gert. Leifing hann hjá Andra. Og hér er aukaspyrna held ég, jú. Já. José Domínguez stoppaði Andra þarna. Það er bara stilt upp, það er... Já, Gulli tekur þetta. Fýtt bolti þarna yfir í aðeins í Andra, þannig að það var ekkert merkilegt. Árni sendir hérna á Hákon. Næði boltanum. Kemur hann fyrir en... Sindri kemst hérna bolta. Og boltan er bara borin tilbaka til Gunnars í markinu. Hérna ætla ég nú bara, við þurfum að leiðrétta af hann aðeins rugl í byrjunarliðs uppstillingun okkar. Árni Þór er í vinstri bakverðinum, ekki á vinstri kantinum held ég, eins og okkur sýndist, og ég sé nú bara ekki betur en að Sindri sé inn á miðjunni með Gulla? Nei, ég held að sé að 3 á miðjunni þarna. Já. Þetta er 4-5-1 sýnist mér. Já. Og Andri Júli er ekki frammi, hann er bara kantmaður, hann er ekki að draga sig út af kantinu eins og ég held hér fram á hann. Já, hann er bara á kantinum. Þetta er svona þegar menn þjálfarinn vill ekki gefa upp upplýsingarnar fyrir leikinn og hernaða leyndarmál. Já, maður bara hafður á fíbli í beinni útsendingu. Það getur allt gert í beinni, Björn. Já, það er alveg árétt hjá þér. Þetta er ótrúlegt. Þannig að fræða boltan fram völlin. Já. Þá er innkast hér vinstra megin, Sigurður tekur það. Úti. Endar ekki neinu öðru en innkast aðeins ofar á vellinum og það er svo smá. Já, afturölding. Þeir eru ekki sátt með þetta. Nei, þetta... Höldu sig eiga þetta. Ég held það líka, en hérna þykir þetta. Já, nú áhugaverðinni í sko höllinni. Já. Það setjast alltaf allir áhugarendur bara á annan vallarhelmingin sem ég þykir áhugavert, sem ég þekki ekki úr hérna annar staðar. Nei, sest við miðjuna yfirleitt og svona ekki fyrst. Þetta er svona, þetta er skemmtilegt. Og hérna eldir Alexander boltan en Domínguez undan.
Ragnar kemur boltan og gefur nú Sindri nú ekki vanur í að svo sem að spila á miðinni en hann þekkir þetta ágætlega, hann spilaði þarna oft með öðrum flokk og svoleiðis en ekki svona síðustu ár. Nei, minna gert það með meistaraflokk alltaf eða ekki. Hann er fínn með boltan. Já. Þannig að hann er ekki kannski margir hafsendar sem eru kannski svolítið heftir með boltan í löpunum en hún þykir ágætt að vera með hann í löpunum. Já, það er nú svo sem alltaf að verða minna það líka svona með árunum að hafsendar séu ekki góðir í fótbolta. Og Gulli, þessi býtur nú við, þetta er stór hætta! En það er Alexander sem kemst í boltan og skallar hann yfir. Ég veit nú ekki hvort hann hefur bara að leyfa þessu að fara á markið eða hvað. Mér sýndist markvörðurinn að vera komin á bakvið eða ekki? Jú, þetta var kannski svo laust. Ég held að sjónarhornið hafa líka aðeins blekkt manni. Já, líklega. En ég kom inn á það, 70. mínúta búinn í leik Gróttu og Vestra sem eru lið sem eru einn í toppbaráttunni í annarri deildinni og staðan er þar 2-2. Nú, það er hagstæð úrslit. Það eru hagstæð úrslit. Það er eiginlega bara allt hagstætt svo lengi sem Grótta vinnur ekki fyrir Káramenn. Já. Og Völsungur er komin yfir gegn Leikni Fáskrúðsfirði sem þýðir það að þeir eru allan að blanda sig aftur í toppbarátuna. Þetta er svekkjandi tap á móti Huginn í síðasta leik. Þetta er stór hættulegt, þetta er flottur skalli. Þarna rétt framhjá, þetta er hættulegt. Þeir eru náttúrulega með stóran mann þarna frammi. Hann Elvar Ingi Vignisson, leikmaður sem spilaði nú með IPVAF í úrvalsdeildinni og Fjarðabyggð í fyrstu deild. Ég man ekki, hann var sko einhvern tíma fekk hann, ég held að hann kom með eitthvað viðurnefni, Uxinn eða eitthvað svoleiðis. Er það rétt hjá mig? Ég veit það ekki, ég þekki hann ekki sko. Nei, ég þekki hann ekki, ég er ekki að meina eitthvað svona vínahópurinn hafi kallað hann þetta en ég held að minni það að frasakóngarnir hafi nú verið komið með þetta Gárungarnir voru komið kannski frekar með þetta. Þetta er snirt, nei, svona ólangur en fallega að hugsa hjá honum Gulla til bróðursins. Já, eftir sem áður er það hugurinn sem gildir. Já. En það er ekki hægt að taka af honum Elvari, þetta var bara hörku færi og hann... Já, hann gerði þetta svo sem ágætlega. Já, en... hann kom honum ekki alveg á marki. Þetta er svona... Ég held að hann geti reynst líka varnarmönnum Kára mjög erfiður eins og ég er búinn að tönglast á hérna. Hann er mjög sterkur. Hann er kallaður líka Uxinn eða ekki? Af ykkur félögum hans. Já, okkur félögum hans. Fítbolti. Og hann er eitthvað ragur við að fara. Hérna er... Já. Hann er rosalega ragur að koma út í boltana Andri í markinu en þetta er... Og vandræðagangur á vörninni. Mikill vandræðagangur en þetta er snyrtilega gert. Þegar Alexander Már fær boltan í svona færi þá klúðrar hann nú sjaldnast. Alexander Már Þorláksson að skora enn eitt marki, búinn að vera funheitur eftir að hann kom frá Skamanur þar sem hann spilaði lítið. En þegar hann er í þessari treyju þá er hann ansi í því við gólan. Það er gott að spila í rauðu treyjunni. Það er ansi gott. En þetta er sem búið að gerast núna svolítið í leiknum að eins og ég sagði að Andri hann vill helst ekki fara að virðist vera út úr markinu en þarna gafst fannst mér honum gefast tækifæri til þess að blanda sér í þessa baráttu en leta hann að vera og einhvern veginn barst og Jón Vilhelm gerði þarna ágætlega og boltinn barst síðan loks til Alexanders sem bara lagði hann í markið. Já, bara snirtilegt hjá stráknum. Og þetta er vel varið hjá Gunnari. Flott skot hjá Kristjáni Alla. Þetta er nú búið að vera sæmilega og opið núna fyrsta kortið. Já, þetta er það svo sannarlega. Þarna verður nú bara hrósa Gunnari í markinu, vel vakandi. Já, alltaf gott að fá svona í sjónvarpinu. Já, þetta er alltaf skemmtilegt. Og þá er það... Já.
Ásta. Ég verð nú að hrósa Ondo fyrir að vera hér eini sem ekki þræll kapitalismans. Að hann eini sem spilar ekki með auglýsinga framan á búningstreyjum sinni. Já, menn ég var ekki eins og búinn að taka eftir því. Nei, hann tekur ekki þátt í slíkri vitleysu. Heldur að hinir séu allir persónulega sponsaðir eða? Já, það verður einn ákveðið. Já, hér eru þeir að komast upp hægri vænginn. En Árni þarna fyrir. Það var 16 og 14 Já, þetta hættulegt. En já, þetta enda bara með því að Hákon á þann. Þarna hefði ég bara alveg eins viljað sjá Hákon bara keyra aðeins framar. Hann hafði nú ansi mikið pláss úr að móða þarna en hann ákvaða að senda fram á Ragga. En afturhelding, þeir komu þessu í innkast. Já, við þræðum okkur upp völlinn hér. Þetta fínt að mjaka sér svona áfram. Já. Fáið langan boltinn á teginn. Nei. Þarna kom Andri út og hirti þetta, vel gert hjá honum. Sindri með flottan bolta á Ragga. Árni fyrir yfir að hægri, hann er náttúrulega réttfættur og þetta vel gert en Jón náði ekki almennu skoti þarna en færið var gott. Kristján reynir skallan þarna en hann var ekki góður. Já, Gunnar hann tók líka þarna, hann hljóð bara og sóti þennan bolta Gunnar. Já, það er bara leikið sín á milli hér af yfirvegun. Já, það er ágætt. Liggur ekkert á. Nei, það er ekki Kári sem þarf að skora. Sindri fær boltan hér með snyrtilega sendingu á Ragnar Már. Þetta var alvöru assist hjá Sindra Snæfells. Rosalegt. Hafsendinn átti þetta flota sendingu á Ragnar Már sem bara gerði mjög vel og Kári allt í einu kominn í 2-0 eftir 20 mínútum. Maður bara kannski bjóst ekki við þessu. Nei, alls ekki með að við fyrstu 10. Þetta var virkilega flott mark. Þetta var mjög fallegt og einhvern veginn svona ekkert sérstakt að gerast og tekur hann bara á rás og Sindri sér það leið og lyftir hann bara svona líka snirtilega einhverjir. Já, og það er alltaf gott og alltaf gaman þegar menn komur til færi og klára það. Það er óþolandi að þurfa að horfa
hvert færið að fæta öðru fara forgörðu út af einhverju svona klikki. Já. Þannig að við erum komið, en eins og segi, við erum ekki búin að fá mikið fleiri færi heldur en þessi 2 færi þannig lagað. Nei, ekkert dauðafæri, sko. Alls ekki. Þetta er skemmtilegt. 2-0 eftir 20 mínútna leik. Svona það er eitthvað pirringur í gestunum. Já, eðlilega kannski með að við stuðum mála hér. Þetta er nú vel gert hjá þeim. Og Elvar reynir þarna, hann er Gunnar kominn í svolítið skóhlaup en Björgónum. Já, kannski eðlilega súrir. Svo sem búin að spila ágætlega. Já, það er ekki bara. Þannig lagað sko, en það er samt Kári klálega búin að vera betri en þeir fengu þarna þrusu færi á hann og já, það er svolítið óryggi fyrst mér samt í varnarleik og svona á milli hafsendana líka kannski, eftir að meina það og líka, já, kannski í öftustu bara línu bara yfir höfuð. Mér fannst eins og í fyrsta marki, það fannst mér nú einhvern veginn ég veit ekki hvort það er samskiptaleysið eða hvað og svo líka var þarna áttu við sendingur og hægri áður þar sem var mikið hik á mönnum, bæði varnarmönnum og markverði. Þegar Jón Vilhelm átti þá, eftir að tala þá þarna klifraði á baki á Jóni en það er ekki dæmt, jú þetta var, hann ætlaði bara bita hagnaði, held ég. Jú og Wenzel er ekki sáttur. Ég veit ekki hvort það getur töðað mikið yfir þessu, held ég. Nei. Hann þekkir nú Jón vel, spiluðu saman. Jú. Vissulega. Gulli, fína bolta. Það er rángsta á Kára. Fínt spil hérna hjá gestunum. Þá kemur sending inn. Það er Árni sem ekki alveg nóg að yfirvega kannski hjá þeim. Nei, en þetta var flottur spilakafli hins vegar hjá þeim. Já. Sterkur þarna Ondó. Já. Kristján. Já, skiptir fín skiptingu. Já, þetta er flott. Það munaði litlega að vera aðleikn á tengnum. Já. En sendingin úr H.O. og það tekið fyrir á skyndisókn. Já, eða bara ekki. Nei. Það er líklega betra. Þetta er Elvar Ráns. Nei, hann er ekki rángstæður. Hartnar spila hann réttaðan hana. Það var vel gert hjá Alexander. Misjöfnum sending hjá Sindra þarna. Það var Wenzel. Kristján sem er búinn að vera gríðarlega mikið í boltanum hjá Aftureldingu. Ég held að hann spila
hálft sísón með Magna Greinivík fyrstudildinni og það var Wenzel komin í skotstöðu en skotið ekkert sérstakt og fram hjá markinu. Kristján Atli er búinn að vera svolítið höfuðið í sóknaraðgerðum afturheldingar, þykir mér þessum aðeins leik og er búinn að eiga hættulegustu marktilraun þeirra einnig þegar Gunnar varði vel eftir skot aðeins fyrir utan teig. Kannski fullmikið bjartinn held ég. Já, þessi verður bara innkast. Elvar gefur hann af Kristján. Wenzel ætlar að setja hann inn í teginn, hann var langur þessi og aftur fyrir. Það hefði nú flestar fyrirgjafir afturrætingar, það hefði nú komið hérna á hægri kantinum, þeir leita mikið upp hægri kantinu hérna og reyna að koma boltanum fyrir. Eðlilega reyna að koma honum kannski á Elvar, finna kollinu honum. Virðist vera svolítið uppleggið. Það hefur gengið einu sinni og það var þrjusufæri sko. Það var þrjusufæri og hann átti fína skalla en náði ekki að stýra honum markið. En fyrir utan það færi og síðan þetta skoti á teignum, þá hafa það nú kannski ekkert verið virka neitt rosalega líklegir til að herðu hætturspark þarna. Já. Káramenn virðast svona að vera með einhvern veginn svona sæmileg tök á þessu. Já. Þessa stundina. Algjörlega. Gulli stillir sér upp, taka þessa aukaspyrnu. Það var ekkert úr henni. Það er lítið orðu við hér liggur hér eftir. Heldur höfuð sér. Er þetta hérna? Hvort þetta sé Alexander Aron? Er það ekki? Er þetta ekki nummer 10? Sýndist það? Jú. Hann hristir þetta af sér. Já. Boltanum. Það er heiðarlegir. Já, og svellingarnir. Þeir eru það. Setta niður. Setta niður. Þegar leikurinn á Seltjarnarnesi fyrir að senna enda, þá er staðan enda á jafntefli sem var mjög hagstætt fyrir Kára. Byggjum það. Vel gert þarna hjá Alexander. Hendi á Árna. Og hér liggur Andri Júlíusson held ég, eða hver? Nei, ég er rugla. Þetta er Arnar Freyr. Mikið rétt. Heldur legginn á sér. Benni Valur er búinn að klæða sig úr æfinga átfitinu, kominn í búning, þannig að það er bara spurning hvort að ætli að fá breytingu núna strax í fyrri hálfleik. Það er spurning. Lúli virka íbygginn á svip þarna á hliðarlínunni. Já.
Svo eigum við alltaf Svenna Hlöð á bekknum. Já. Fá hann í hafsendin. Hann væri bara, myndi örugglega að setja 2 þaðan líka. Já. Menzel með boltan. Alexander sem skellar þetta frá en það er ennþá hætta í teiknum. Og hér vilja að fá vítaspyrnu. Ég er nú ekki sannfærður en vítið dæmdan og ég sá þetta nú ekki nógu vel þannig ég kannski ekki dómbaðir. En þarna verður þarna á býtu nú við. Það er einhverju stimpingar hérna. En það er Alexander. Nei, það er ekkert verið að... Jú, það er verið að dæma vítaspyrnu. Það var hann bent á punktinu á hann, ekki? Jú, ég er nokkuð sannfærður um það. Já. Ég sá ekki almennilega hvað gerðist þarna, en það var ódýrt. Já, mér sýndist það, sko. En hann hefur líklega farið í hann. Það getur ekki hann verið. Ég treysti dómarar leiksins fyrir þessu. Allavega með hann er betra sjónarhorni heldur en ég. Já. Og það er Elvar Ingi Vignisson sem tekur þessa vítaspyrnu. Gunnar á mótunum. Hann lætur öllum íllum látum á línunni. Og hvað gerir Elvar Ingi? Hann skorar af gríðarlegu öryggi. Elvar Ingi Vignisson minnkar muninn í 2-1. Þegar 32 mínútur eru búnar á leiknum. 2-1. Þetta var gott víti hjá honum. Þetta var gríðarlega gott víti og Gunnar átti ekki séns í þetta og ekki nokkur einustu markmaður held ég. Þetta er mikilvægt mark fyrir afturheldingu. Þetta er það. Herru, þá er gerð breyting. Þá er gerð breyting á liði Kára. Árni Þór fór út á og inn að kemur bróðir hans, Benedikt Valur Árnason. Þú fer bara fyrir hann beint í vinstri bak. Benni er ekki búinn að spila marga leiki fyrir Kára en ég held að hann spila í sumar? Í sumar sem sagt. Það held ég ekki. Jæja, nú er komin að æsingur í menn. Alexander Aron ekki sáttur. Já, þetta hann fær hér Alexander, fekk hér guldspjald finnst mér. Já, fyrir mótmæli held ég. En Benni þetta er svo fyrsti leikurinn spenna í sumar. Já, það er svoleiðis. Já. Einhvern tímann er allt fyrst. Já, hann er nú oft spilað fyrir Kára. Já, ég heldur betur. Var fastamæður í liðinu hér bara fyrir ekki löngu síðan. Hérna er... Já, ég er nú ekki... Jæja, þarna fór Andri í boltan, fór upp en náði ekki til boltan, svo einhver fór í hann, hún dæmdi aukaspyrna. Já, ég fannst þetta bara frekar soft, held ég. Já, hann átti bara ekki séns í þetta og hann hoppaði bara út í villisvöðna fannst mér, en... Réttilega, þetta aukaspyrna. Það er að verða alltaf svona. Já, þetta var nú bara klaufagangur, fóð bara aftan í hann þarna. Hann gefur aukaspyrnu á stórhættilegum stað. Þetta var vont brot. Og hérna hann í kissa Alexander. Alonso Sanchez kisti Alexander þarna á kinnina. Já, hann gerði það. Í þakklæti skinni fyrir þessu aukaspyrnu. Þakkaði fyrir. Þannig að það er aldeilis að færast lífið þennan leik hér. Ekki það hefði einhvað vantað upp á það. Það er að verða töluvert meiri hiti í kólarum heldur en bara fyrir örfáum mínútur síðan. Og Ondo tekur þetta. Stóru og hávaxnir hafsendar taka nú ekki oft. 3, 2, 1. Nei, Wenzel tekur hana. Þetta er fram, já. Í veggin ekki. Jú. Já. Ekki látast. Já, þessi skallar í burtu.
Þeir spila út úr þessu, Káramenn. Já. Þannig, við finnum sendingu hér á Ragga. Það fyrir fram. Móti Ondo, en Ondo stegur út bara. Já, hann gerir vel þarna. En Ragginn er boltanum aftur á honum, en missar hann út af. Magnús Már Einarsson, ritstjóri Fótbolti.net, er aðstoðarþjálfari Aftureldingar. Já, ég held við getum ekki treyst á hlutlausa umfjöllun með þennan leik. Því síður hér að þessar rás kannski? Já, en síður. En við höfum reyndar aldrei gefið okkur út fyrir að vera hlutlaus fjölmiðill. Nei, aldrei. Kannski eini fjölmiðill á landinu sem gefur svo út fyrir að... Já, gefur sér ekki út fyrir að hlutlaus. Eru kennið sér við hagsmunaaðila? Já, svona þær eru nokkri sem að sína svona frá leikjum. Já, reyndar. Þetta er svona, eftir að Afturelding minnkaði munið þá finnst mér nú lið þeirra hafa verið líflegra. Já, vel gert hjá Jóni þarna. Þarna er Andri bara á undan í boltan. Ég á ekki boltan. Já, en hann fær vissulega að enda þessu aukaspinnu. Ég held að hann hafi bara fengið flautið út á gargið, sko. Gargið, já, hann geti verið, sko, en... Og það er fyrirgjöf sem Gunnar gerir vel í að hirða. Já, þetta var vel gert hjá Gunnar. Jón. Kristófer herðu, já, biður Andra að færa sig hana. Já, gengur ágætlega hjá Aftureldingu að spila sig hér áfram. Bolti. Og hér er fínn bolti inn á Elvar sem flikkar honum áfram og þetta er... Það var þröngu færi. Já, erfitt færi. Spilum okkur í færin. Og það eru... Kallaðir hérna á völlin. Já. Og leik Gróttu og Vestra er lokið með 3-2 sigur Gróttu. Það er nú ekki kannski það sem við óskuðum eftir. Nei, og raunar alls ekki það sem við óskuðum eftir. Og Völsungur komið 2-0 yfir á móti Leikni. Það er aldrei leys. En gerðu við ekki ráð fyrir þetta yrði stíft þar til í loka umferðinni. Stíf barátta toppinn í deildinni. Jú, þetta er það og
menn er kannski bara að hugsa sjálfa sig. Ef að Kári vinnur sína leiki þá gengur þetta upp. Þannig að við eigum kannski ekki að vera einblína á. Hérna vel gert og Benni komið hér upp kantinn. Sendingu fyrir, fín sending á Alexander og Benni enda með boltan en ná ekki að leggja hana fyrir sig. Alexander með flotta sendingu og Hákon sem kemur með fína boltinn og þetta er rétt framhjá. Hann reynda fór ekki framhjá, rúlla bara eftir endalínunni. Og bara alla leið heim. Hörku sókn eitthvað sigur. Já, þetta var flott sókn, góð sending frá Alexander þarna inn á Hákon. Það gerði vel. Nei, þetta er ekki vel gert hins vegar. Gylfi sendi boltan þarna beint á Alexander og þau. Herðu, og svo er hann bara kjötaður. Já, þetta er rangur dómur held ég. Þarna var nú bara Alexander sterkari heldur en, eða hvort ég sé. Hann líkur eftir þarna. Þarna var nú ekkert brot. Nei, ég bara þóra fullir það að þarna var ekkert brot. En ég meina að við tökum þetta. Já, það var Elvar Ingi sem var bara sterkari þarna. Vonum hans vegna hann sé bara ekki meiddur. Nei. En hann finnur nú einhvað til þarna. Já, hann virðist nú bara að vera nokkuð þjáður. Mér sýnist það, já. Hann er líklega bara ekkert að koma inn á aftur með svona með þessa tilburði. Nei. Spretturinn sem Gylfi tók var tilbaka þarna í átt að Elvari var hins vegar aðtöðanaverðir. Hann er ansi snar í snúningum. Hann er það. Og fýtt bolti, nei, Anton er þessu samt sem aður. Já. Gylfi. Nei. Nokkur miskilningur þarna. Það missir einhvern Sindri boltan. Heppinn hann að Gylfi að ná í boltan. Benni sendingu. Flott sending á Benna. Frábær sending á Jón. Aldrei þessu vant á Sveik. Sveik snertingin Jón. Já, touchu Sveik hann aðeins. Þarna. Herðu. Kristóf er einhvað ósvartur. Tekur aðeins þarna í Hákon eftir að hann er boltanum á honum. Nei. Alexander duglegur hana að vinna boltan. Og Sindri. Nei, þetta var ekki gott touch þarna. Hann missti boltan aðeins þarna frá sér og afturölding. Kom þessi burtu. Það er síðasta mínútan í venjulegum leiktíma hér, eða þess að fyrir hálfleik. Hún er að renna sitt skeið. Það hefur náttúrulega ekki miklu bætt við en örugglega einni mínútu eða svo. Þetta er ekki. Það er náttúrulega skipting og smá að lágu nú. Já. Menn tvisvar sinnum á vellinu. Kannski tvær. Já. Ekki meira. En ég, já. Það er farin að líta á klukkur sína. Dómarinn. Já.
Við háan bolta hérna yfir hefnst ekki. Já, hérna brýtur Benni af sér. Réttilega. Herru, það skiptir ekki liða afturheldingar. Já. Ætli það sé það ekki Elvar? Jú. Sem hefur ekkert komið inn á aftur en það. Það er rétt. Vonum að sé í lagi með það. Já, en Elvar Ingi, hann hefur lokið leik. Það er augljóslega ekki í lagi með hann, en hann sé ekki illa meiddur. Hver er það þá? Er þetta ekki Jason Daði? Jú. Sýnst það? Jason Daði. Hann fer beint út á kantinn. Sandorsson. Já, Káramenn eiga þetta engast. Nei, hann reikur hann aftar þarna. Venni, hérna, Venni! Ali, kom með þig, hvað það er? Förum við nú sjálfsagt að fá Flautið? Já, er það ekki? Ég hef trúið því. Jón leikur sér aðeins að og sækir hérna aukaspinnu. Getum við jafnvel stilt upp í eitt færi eða svo, var það ekki bara gaman? Já, kom einu inn hérna. Gaman að fá færi, sko. Alltaf leðilegt. Já, Hákon á þennan bolta og þetta er vel gert. Ragnar. Heyrðu. Og þetta, þarna var stór hætta og Sindri nú bara skot þarna. Þetta er hotspinna. Hotspinna. Þeir eiga þá hot. Þetta var skemmtilega útfæra auðvitað á Kára. Og gott skot hjá hérna Ragnari. Andri ná ekki alveg að hann varðan einhvern veginn svona boltinn bobbaði upp aftur rétt hjá honum en þar var engin Káramaður þannig að það var svo sem ekki hætta því. En núna flautar Núna flautar Gunnþór Gunnþór heitir hann hérna til loka fyrriháleiks staðan 2-1 og búið að vera æsilegur fyrriháleikur. Já, kaflaskiptur og skemmtilegur. Mjög skemmtilegur. Hér er gaman. Smá hitt í mönnum sem er ekki leiðilegt en það var Ragnar Már það var Alexander Már Þorlaugsson sem setti fyrsta markið á 14. mínútu eftir smá vandræðagang í afturheldingar og síðan var það Ragnar Már Lárusson sem skoraði á 21. mínútu eftir frábæra sendingu frá Sindra Snæfells. Huggulega tippu inn fyrir vörnina. Já, síðan fengu leikmenn afturheldingar vítaspyrnu á 33. mínútu og úr henni skoraði Elvar Ingi Vignisson sem síðan þurfti einhverjum 10 mínútur síðan þurfti að yfirgefa völlum vegna meiðsla. Spila því ekki seinni hálfleikinn. Nei, það er nokkuð ljóst. En við ætlum að taka okkur korterspásu eða svo árundu góðir. Já, þangað til leikurinn byrjar aftur bara. Já, við bara stefnum á það að vera mættir hérna aftur þá. Reynum það. Sjáumst.
Já, velkomin aftur á skjánum. Eða bara... Velkomin að viðtækjunum. Já, viðtækjunum. Staðan er 2-1 hér í Akranesvöllinni í leik Kára og Aftureldingar. Toppslagur annar deilda kalla í knattspyrnu. Já, og eins og staðan er núna eru Káramenn á toppi deildarinnar. Jips. En það geti breyst eftir 45 mínútur. Svartsýnn, Björn. Ég veit að ég er svartsýnn að eðlisvari. Já, þú segir, já. En ég vildi nú samt segja eitt, að maðurinn mönnum verður á. Ég er breyskur, þú er breyskur. Já, heldur betur. Og okkur var á að við vorum eitthvað efast dominn í 3. marki Kára að hvort að hann hefur farið í hann ekki, en það Þetta meina í vítaspyrnu? Nei, ekki í vítaspyrnu, heldur þegar Kári skoraði, en það var klárt. Jón Vilhelm fór í hann þar, þannig að við kennum mistök. Já, svona með semhingi. Já. Og svona, já, hann má segja það. Við svona... Já, ok. Við viðurkennum það. En hér er leikurinn farin á stað aftur. Og kominn töluveri hiti hérna í þetta í fyrri hálfleik. Þannig að það má búast við svolítið háu spennandi hér í seinni. Og hérna Jason, dæmdur brotlegur. Kom inn á fyrir Elvar Inga Vignisson í fyrri hálfleik. Elvar Ingi mittist. En hafði þó afrekað að koma Aftureldingu inn í leikinn aftur með því að skora af öryggi úr vítaspyrnu. Mjög flottari vítaspyrnu. En þá er Kristófer komin upp á topp sem spilaði á kantinum í fyrri hálfleik. Já. Í stað Elvars. Jason fór beinustulega út á kantinn. Já. Gott ef hann skipti ekki við Wenzel. Þetta Wenzel hefur fært sig yfir. Já, hinn megin. En sýnist uppstilling Kára vera óbreytt frá því í lok fyrri hálfleiks eða hvað? Er það ekki? Jú, ég sé ekki betur en að þetta sé allt bara eins og þetta var. Það var náttúrulega Benni var líka að vinna fyrir bróður sinn Átna miðjan fyrri hálfleik sem líklega hefur meðist. Já, líklega. Ég held að sé ekkert að spreða í skiptingarna núna. Nei, alls ekki. Og þessum leik. Og það var ekki eins og Átni hafa slemma leik, þannig að það var ekki það. Ég held að það sé alveg klart mála. Hann hefur verið meiddur. Jason. En Benni hýrði þetta. Káraði þetta. Já, svolítið við varum að tala um hérna að það ég var að tala um að hópurinn hefði þinn aðeins orðið svolítið þunnur hérna hjá Kára núna í seinni hlutunum. Við sjáum það líka að það er engin strákur öðrum flokk. Þeir eru að spila á sama tíma og voru líka að spila á sama tíma út í Tindastól. Þeir eru fyrir norðan núna, þannig að enginn aðeins spilar allavega hér í dag og það munar þetta. Við erum búin að sjá það að Guðfinnur er búin að vera öflugur á miðjunni fyrir á Brynjar Snær. Fín í vinstri bakverði. Birgir, hann er ekki að spila. Jú, Birgir, það er svolítið síðan. Ég veit nú bara, hann fór í IA, en ég hef ekkert síðan hvort hann hefur meðst eða hvað hafi gerst. Því að hann hvarf eftir að hann var á bekki og IA allavega í eitt skipti, en síðan bara... Hann hefur átti nefnilega þrjusu byrjunin á sumrunni í annar deildin með Kára og var virkilega flottur í hafsendinum. Mjög flotta byrjun og það myndi... Kannski eðlilega kallaður upp og... Já, hann reyndi að búin að gleyma því. Skal bara viðurkenna það. Já, það var mjög gott að vera með hann til dæmis núna. Hann er skráður hjá IA ennþá, þannig að hann er bara... Og hérna, þetta er hættulegt! En... Og aftur kemur bolti fyrir. En já, þannig að maður veit ekki alveg hvort hann sé bara utan hóps eða hvort hann er bara meiddur líklega. Mér finnst það nú líklega eftir skýringin. Við köllum eftir upplýsingum þetta. Það væri mjög gott. Skriflegar helst. Já. Faxa, það væri nú eða. Erum við með faxnúmer? Nei, við þurfum að ganga frá því leik.
Og þetta fínt skot, en þarna fer hann nú í einhvern, hvort ég sá ekki hvort það var Káramáður eða ekki. Dró nú úr skotinu. Ég sýndist að missa boltan út af, en það líka ég ætla hann ekki dæmi það. Og þetta flott. Kristófer rennur hér. Óheppinn þarna, Kristófer. Arnar Freyr. Það var alveg pottþétt farinn út af líka held ég. Já. En, allt í lagi. Kristján. Áfram gaf. Já, vel gert hjá Gunnar þarna, komandi markinu. En ég var eitthvað að tala um að það veri ekkert sérstökum mæting þarna þegar var eitthvað 5 mínútur leik, en ég get nú ekki sagt annað en það nú bara gríðarlega góð mæting hér í höllina. Það fín mæting. Það það. Síðast þessi lið mættust það voru 86 skráðir áhorfendur í fyrirumferðinni. Ég held að það sé töluvert meira hér skipta áhorfendur hundruðum held ég. Ef ekki þúsundum? Já, ef ekki þúsundum. Ég hef engan sans fyrir því hvað eru margir í húsinu, ég skal bara viðurkenna það. Ég segi 150-200 manns. Ok. Já, þú segir nokkuð. Ég ætla að segja að ég held að séu 115. Ok, fengist. Upp á punkt og prikk. Já. Þannig að eins og þá er einhver lagi um það að áhorfendur skipti 100. Nei, það er bara orðum það þannig. Og Wenzel setur hann hér fyrir. Þannig skallar þetta frá. Það er nokkuð þungsókn á mark Kára núna. Hér kemur skot úr löngu færi. Kyrrstöð líka. Já. Hér skipting. Afturölding. Þeir skipta hér. Kristófer Örn fyrir út af. Og inn í hans stað sýnist mér Jose González verið að koma inn á. Hann fer beint upp á topp. Ekki með Kristófer að spila sér lengi á toppnum. Hann fer beint upp á topp, hún segir það ekki? Jú, nummer 94, áhugavert númer. Já. Hann ekki fættur... Ekki? Nei, hann fættur 92, þannig ég veit nú ekki alveg... Kannski hefur 92 upptekið. Maður veit aldrei. Já, það getur verið. Og bara eitthvað sem hefði ekki vilja, bara ætlaði ekki að gefa sig. Nei, bara alls ekki. Nei, það getur verið. Jæja, þessi Sigurður sprettur. Já, alveg sprettur og hann brýtur hann á Hákoni og hann aukaspyrna. En já, það er svona ívið sprækari hér á uppásmínútum seinni hálfleiks. Afturölding, hvað er þetta maður að nota? Afturöldingar menn? Ég er bara mósfellingar, eða ekki brákett? Jó, nota bara mósfellingar. Ég veit ekki, hvað? Já, þessi verið byrjáður, já. Gylfa. Hann býður hann að færa boltan aftar. Kristján. Á Wenzel. Nei, þetta er bara svo ekki. Káraliðið dottið aldrei svona... Neðarlega, já. Já, virðist svona... Og Jón Vilhelm er búinn að vera bara upp á topp. Allan... Eðlilega, er það ekki? Já, hér er dæmt brot á Kára. Hvað? Hérna er Alexander Aron einhvað... Hann er nú gulu spjaldi. Hann er gulu spjaldi. Ég sá þetta ekki. Hann er bara smá æsingur svona í honum hérna. Ég veit nú ekki, ég bara verði vikinni, ég sá ekki hvað gerist. Þannig að ég get ekki dæmt hvað gerist hér. En... Það vantar ekki hrópin og köllin, hvorki af vellinum niður úr stúkunni. Nú þarf hann að treysta á aðstofadómarann held ég. En mér sýnist. Þeir ráða ráðum sínum. Já, það veit nú ekki hvað gerist.
hér fyrir hann í vasa það er bara á bitur og við. Já, ok, hann gefur, og gulaspjaldið fær sko Jose Dominguez. Já. Mér var svo mikið dæsingur í kringum Alexander að ég held að hann hefði Nei, þetta var bara smá tröflun. Fín pressa við Kára núna. Leysa þetta ágætlega. Gott spil, já. Jason kerir hún á miðjuna. Gylfi gerir vel. Það var Alexander og Gulla. Pressan er hátt upp á vellinum. En þeir leysa úr þessu Káramenn, þetta er nú vel gert. Yfirvegaðir. Þarna reynir Andri að koma framhjá Sigurði, en tekst ekki. Þarna er dæmt brot, þarna fer Jose González. En hérna þeir eru ansi brækir. Þeir eru búin að Mósfellingar, já. Hér í upphafi. Ég væri nú til í að sjá Káramenn aðeins svona ná upp einhverjum spilkafla hérna eða komast í færi. Já, halda boltanum aðeins og þeir eru aðeins að opnast. Byttu nú við. Já, hérna er dæmt brot á Ragnar Má. Alexander Aron er ekki passáttur. Og líka sko einhvern veginn þegar þeir hafa verið að spila sín á milli Mósfellingar að okkar menn verið svona einhvern veginn dálítið kannski full bráðir að mínum dómi að bara leggjast aftur, fara djúpt með liði. Þeir ætla að halda fengnum hlut, virðist vera. Ég er nú svo sem engin sparkspekingur sko, þetta er bara það sem að mér sýnist. Já, þetta er vel gert og hér er Sindri kominn á ferðina, nú fáum við með honum. Jú, Alexander er hér, hérna stoppaður og byttu nú við. Já, þetta, mér fannst nú hlaupi í veg fyrir hann. Já, mér fannst það líka sko. Það er sitt sínus hverjum eftir vill. En Káramenn eru allt annað en sáttir með þetta. Já, ég held að þeir megin og hafa eitthvað til síns mál. Mér sýndist þetta að vera brot. Já, það virtist svona vera en hérna En það var nú bara eins gott að þetta var ekki brot og því þetta var Jose Dominguez á gulspjaldið, þannig að það hefði nú ekki verið gott fyrir allavega Mósfellinga að hérna fá þetta spjald. Nei, það er satt. Já, var þetta hann? Já, þetta er nú kannski verið. Hann er upp á topp samt. Nei, það er hinn Jose. Það er hinn Jose. Hann er González. Hann er González, ég er að rugla þeim saman liðsfélagunum. Ég verði að viðurkenna, ég er ekkert rosalega mannglöggur á menninu á vellum. Og hérna er, þarna var Jason komin í fínasta færi, eins og við nefndum hér áður en að leikur hóft, þá hérna átti Jason náttúrulega góðan leik á móti. Í fyrri umferðinni? Já, áskorað 2 mörk sem og hann Andri Freyr Jónasson sem er búinn að vera öflugur, hann er nú í liðsstjórn í dag, hann gefur mér það að hann sé meiddur. Það kemst ekki á blað í dag, held ég. Nei, ekki í liðsstjórn, það er nokkuð ljóst. Það er nokkuð ljóst. Já, þetta er ágætt. Ragnar. Já, þetta er vel gert. Þarna vilja Káramenn fá brot, en þetta var nú bara ingast. Ágætti sprettur bara. Já, flottur sprettur Ragga.
Þetta verður til þess að menn lifna aðeins við. Þetta svona verður kannski fullt döft hérna framan af allan að fara Já, hjá okkur, ég meina það sko, hjá okkar mönnum. Beint Fáskursverðið er búið að minnka munin gegn Völsungi. Og það var nú gott ef að þeir myndum að jafna leikinn. Langt innkast. Og þetta er frábært skot hjá Andra Júlíusinni rétt yfir markið. Þarna hitt hann boltan ágætlega með að við hversu erfitt það var og gott ef ekki hann hefur skotið með vinstri. Hann skotið með vinstri. Það er bara svoleiðis. Þarna er sending á Jasson. Benni missir hann þarna fram hjá sér. Jasson leikur á annan og kloppi. Þetta er feiki vel gert hjá Jassoni þarna. Mjög vel gert. En á 11. stundun á Káramenn að bæja hættinu frá. Já, þetta var stór hætta. Þarna lék hann á 2 Káramenn og sendi gennum klofi á þeim 3. Þannig að þetta var virkilega smekklega gert hjá honum. Hann er öflugur, 19 ára strákur. Hann er sko. Hann er það. Þarna fer Ondó í bakið á Jóni. Hérna fer, þetta er nú vel gett hjá honum, hérna þarna. Það vantaði svolítið hjá honum í fyrri hálfleik. Sending fram. Flott sending á González. En vel gert hjá Andra. Og Gunnar. Heyrið þetta. Þetta var virkilega gert. Já, Andri þarna fljótur að koma úr boltanum í leik og bara... Það var bara hálfsperrið frá því að Hósei var í sloppin í gegn. Já. Bara rétt misti af boltanum. Og þarna íta hans í baki á Jóni. Það var vel gert hjá Jóni en Raggi var ekki alveg tilbúin í þessa sendingu. Þarna var hættulegu leikur sem Gylfi spilaði fast með. Hann setti löppina svona út. Löppina út bara og raun og veru... Það bara bað hann myndi hlaupa á hana. Já, svo leiðis. Hér er enginn til þess að taka við boltanum, þessi bolti lendir. Nema leikmenn afturheldingar. Þeir hefja þá aðra sókn. Það er svona legið á Káramönnum. Þannig að sem það er yfir. Benni hittir ekki boltan þarna. Og þetta er hættulegt. Og þarna Wenzel fyrir utan á Jasson. Sem reynir að búa sér til færi. En það er Káramenn sem voru búin að búa til nokkuð þéttan varnarvegg þarna fyrir. Þannig að hann náði ekki skoti. Já, þetta er vel gert. Smekklegt hjá Jóni líka. Já, skemmtileg tilraun en það er kannski ekki alveg vona á þessu. Nei. Andri Már hér og Jasson. Og Benni hér á mótanum hér. Kristján Atli kemur sér í skotfæri, skýtur boltin rétti yfir markið. Þeir verða bara að teljast líklegir. Liggur bara mark í loftinu hjá Mosfellingum sem er leiðilegt fyrir okkur og ég vona að það fari nú eitthvað að breytast og Lúli hann ætlar að breyta þessu. Já, hann ætlar að breyta einhverju til þess að laga gangmála og ég býst nú við því að Maran og Hilmar séu að koma inn á. Það er Jón Vilhelm sem er að fara að velli held ég. Jón Vilhelm að koma að velli og Maran og Hilmar að koma út af.
eins og má koma inn á þá, nei, heyrðu nú mig. Nei. Þetta nú Ragnar Þór Gunnarsson. Þetta Raggi Gunn. Eftir 2 ára framveru og stúkan trillist. Þetta líst mér vel á. Það fagna hér. Hann kemur leipur skæl brosandi inn á völl. Já. Hann fyrir vantilega beint inn á miðjuna. Ég gef mér það eftir 2 ára framveru. Hér á hann að fá 25 mínútur. Er það ekki fínt bara? Jú, það er fínt, en ég hafði einhver efasemdir það. Hann er nú lítið æft með Kára-liðinu í sumar og ekki búinn að spila leiki langar tíma, þannig að 25 mínútur er ekki neitt. Nei, það segir við hér. En enga síður held ég að þetta sé bara sniðugt hjá Lúlla, sko. Já, ég fagna þessu skiptingu. Fá mann inn á miðuna. Já, og þá fyrir Alexander aftur upp á topp. Og Benni lætur hann að fara sem er svolítið hættulegt. Jason er komin í frábært færi þarna, en vel gert hjá Arnari sem keyrði bara þarna á. Og hver á þetta nú? Já, þetta er hotspinna. Og það er alveg svo í þeim fyrri, þá keiraði mikið upp hægri vænginn. Gera það. Leikmenn Aftureldingar. Og hér er þetta hættulegt. Þetta er mark! Þetta er mark! En ekki sá ég hver það var. Ekki heldur. Já, en hér vilja Káramenn meina að einhvað brot hafi átt sér stað, hvort það var á Gunnar eða hvað, en ég held að Gunnar er alveg ykkur spjald fyrir mótmæli hér. Þeir eru allavega mjög ósáttir við þetta. Ég sá ekkert. Var þetta nokkuð... Var þetta, getur verið að það hafi verið leikmaður nr. 19? Ég er ekki það, mér fannst hann bara fagna eins og óður væri. Já, það geti verið... Ég er ekki viss, en þetta var mikil þvaga og... Já, þetta var mikil þvaga og ég sá ekki bara því miður hvort það var Kristján Atli sem hafi... Gunnar komst ekki í boltann og er eðlilega ósáttur. En þá er það 3. breytingin hjá Kára. Já. Það er 3. breytingin og þá kemur Marun og Hilmar inn á og Gylfi Veigar fyrir út af. Þá dettur væntanlega Sindri, Sindri dettur þá niður í hafsendin. Raggi Gunna verður þá djúpur miðjumaður eins og hann spilaði hérna. Já, þetta er aðgæðlegt að missa þetta niður svona eftir að komast 2-0 yfir. Já. Missa þetta niður í jafntefli. En núna... Það verður nú bara að segjast að Aftureldingamenn eiga þetta bara... Já, þetta lág í loftinu. Sko. Þetta lág í loftinu, það verður ekkert hjá því komist að nefna það. Nei, en... Þeir eru búin að vera töluvert betri í síðari hálfleik. Algjörlega. En það er nóg eftir. Það er nóg eftir nefnilega, sko. Það er komin pirringur aftur í... Já. Það er bara í rjáfrinu. Já, boltinn er svolítið þar þessa stundina. Já. Ekki mikið í gangi hér í... Svo verðist sem Alexander Aron hafi skorað mark. Hér koma Aftureldingamenn í sókn og þeir... Herru, þetta er ekki maskuna. Það var Alexander Aron Davorsson sem skoraði mark í Aftureldingar aðan, svo það sé á hreinu. Mér fannst hann eins og hann átt viðkomi í einhvern á leiðinni í marki en það var ekki.
Það var ekki? Nei, mér fannst eins og einhverju hafi verið þarna nærstönginu. Við hefði hýrt hann en... Nei, þetta er hættulegt. Herðu, hérna er, já. Hondo fór upp í hérna hættulegt spark. Það var bara þessi hotspinna og bara sendt beint á marki. Brot á afturheldingu. Hvort það var... Það er út á kantinu þarna. Já, einhver hendi held ég. Allan öskruðu menn það. Ég held að ekki vera að dæma á Sigurð. Það held ég ekki, nei. Það held ég nú ekki. Já, nú voru 20 mínútur eftir og staðan er jöfn. Raggi stendur yfir boltanum. Já. Já, þetta er sæmilegu bolti en það verður nú samt beint í hendurnar á Andra og hann er fljótur að koma í leik. Löng skipting yfir á Jarsson. Hvernig skallar hann lengra af? Jarsson. Þannig fyrir hann nokkuð auðvitað fram hjá Benna og Gulla og rennur honum út. Nei, þarna vildu þeir fá vítaspyrnu. Ég held að það hefði nú ekki verið. Vel gert hjá Sindra, finnur, nei, hann er Hondo og las þetta vel og nær boltanum. Hérna er... Já! Þeir eru að koma sér í fína stöðu hérna. Nei, þetta stoppa nú. Sigurður á Wenzel býtur nú við. Já, nei, Gunnar missir boltan hana en Sindri. Já, þetta er vel gert hjá Alexander. Núna er hann bara einn. Já, þetta er vel gert hjá honum og Andri skýtur. Þetta er hliðanettið. Ágætis sókn hjá Káramönnum og sérstaklega vel gert hjá Alexander að halda boltanum hann var einn lengi vel. Hérna er miðsvæðið svolítið opið fyrir afturhaldingu og Jason er að leika Káramenn svolítið grátt hérna. Já, hann er það sko, hann er bara í miklu stuði yfir þetta í dag. Já, hann svona á svolítið auðvelt með að fara fram hjá einum dæmur. Já. Var þetta fyrsta alvöru sókn okkar manna í leiknum? Í seinni hálfleik? Ég meina það, ég segi ekki leiknum. Segir hálfleik. Ég held að þetta hefði verið svona, já. Ábrendi besta færið allavega. Það er hér klauvalegt brot. Já. Allt á sitt, Marino. Afturhalding stjórna ferðinni, það er svoleiðis. Ergilun er það. Nei. Wenzel, þetta er fínn bolti. Ragnar sparkaði þetta fram. Það fer eftir Andri og Marino. Kristján.
Maður tekur rás hérna. Negla hann bara fram. Það er ekki... Einhvað ráðleysi í leik Kára þessa stundina. Já. Þeir eru að vinna mikið með svona þversendingar hérna yfir á hægri kantinn. En hér er Jason rangstæður. Hann er ekki sáttur. Nei, hann er alls ekki sáttur. Já, fín sending, Raggi Andri hérna og þá kemur Hákon í ólap en það verður ekki boltan. Herðu, hér er stór hætta en Hallsendin á ekki aðtapna sig þarna. Spennustigið hátt en því miður þá hérna liggur svolítið á okkar mönnum þannig að Þetta er fljótt að breytast. Hér aftur á móti er svolítið að opnast. Það gera það vel. Já, það er vel gert í Gulla. Andri sparkar hér bara í Sigurð. Innkast. Innkast. Ég held að hann sparkaði hérna í höfuðið á Sigurði. Já, sækir þarna innkast. Já, með því. Það er svona líklega ekki verið þægilegt. Nei. Það fóð hann í hausinn. Ég vil þetta ekki þægilegt. Það er ekki orðið sem ég myndi nota held ég. Nei. Þetta nú við, já, Marino, vittu nú við, hér er Ragnar Þór Gunnarsson með þrjumufleig þarna en framjá markinu, fínt skot hins vegar. Flott skot. Þarna ég var farin að sjá þennan í netinu sko. Það verið fallegt. Það verið rosalega fallegt. Og þá gera mótvellingar sína síðustu skiptingu. Út af kemur leikmaður. Já, það. Með 28? Nei, með 20. Það er fyrirliðin, Wenzel Steinar Kamban sem kemur út af. Fyrrum skagamaður. Fyrrum skagamaður, já. Fyrrum leikmaður, já, kannski faglegra að segja það. Og inn á í hans stað kemur Róbert Orri Þorkelsson, fæddur 2002. Já. 16 ára gamall. Það var Ingi upp. Það var Ingi upp. Heyrðu. Wenzel Kamban, já, segirðu. Já. Það er sko Wenzel Steinar R. Ég veit ekki hvað er. Hér er að geysast fram. Hósei. Þetta er, já. Geta komast, alveg krúsjál að komast þarna í veg fyrir þetta held ég. Hann heitir Steinar með 2 R-um og síðan heitir hann R. Þannig að hann er einn Íslendingur sem heitir 3 R í röð. Sem er líka merkilegt. Já, það er enda stóð merkilegt. Og einu maður sem heitir endar R líka. Ég kannast ekki við það, en það er líklega stendur fyrir... Það stendur fyrir einhvað líka, já. Það var reynda... Þetta er brot og er þetta innan triks? Nei, þetta er... Nei, þetta er leikarskapur. Já, æja. Nó. Hákon ekki með sýningastæla. Og fær gult spjald. Ég ætlaði að segja að það væri grjóthart ef að Wenzel er með sko annað ættanafn undir R-inu. Já, það var enda rosalegt. Það var rosalegt.
Reyði fyrir Ragnarsson. No. Já. Það ekki næst. Við hefum átt að leyfa þessu að vera bara... Já, við hefum átt að fá þetta bara í bréfi, held ég. Já, eða bara leyfa þessu að njóta vafans. Já, eða það. Hérna Andri með fína sendingu. Veistu það, mér líst ekkert á blikuna. Áfram eru þeir bara mjög ákveðnir fram á við gestinni úr Mosfellsbænum. Þeir eru það. Þetta er upp í það. Já, þetta er ekki skemmtilegt. En ekki að gera sér seka þetta. Nei. Þetta er ágætlega að spila. Sigurður missir samt boltann aðeins langt frá sér þarna. Hann er ekki valdið á honum og boltið fyrir markspyrnu. Maður eiginlega bara myndi þykja jafntefli, sko. Já, eins og þetta hefur spilast núna seinna hálfleik, sko. En það væri samskapi agalega gaman að stela þessu. Það væri rosa fallegt, sko. Já. Nú og Gunnar, þetta er nú vel gert hjá Gunnari. Þarna fyrir Jason aðeins í hann. Þetta er nú bara aukaspyrna, hún getur með það. Eitthvað að fengið einhvern smá skell þarna en hann hlýtur að standa þetta af sér. Já, það er bara eins gott. Tekur hann aðeins í öklan, já, við erum búin með skiptingarnar. Nei, það er nú ekkert á honum. Jæja. Já. Anna. Hlaðan sér held ég of. Sóknarleikurinn ekkert sérstaklega beittur þessa stundina. Nei, alls ekki. Og svona menn einhvern veginn lítinn smekk fyrir að spila boltanum mikið. Já. Já, vel gert að raka þarna. Hérna þetta eiga Mosfellingar. No foul! Nei, þetta var svolítið erfitt. Það var ekki með fína sendingu, já, þetta slapp til. Hákon og þetta nú við, eru mennin á teignum. Nei, Andri skýtur þarna í liðsmann afturheldingar og hér er nú svolítið opið svæði eða hvað. Nei, það er nú ekki eins og sókn og við bjóstu við. Jason Sandro González sem leikur og reynir að leika þarna. Heyrðu? Nei. Betur fer var enginn mættur þarna út í tegin. Nei, það er bara Marino sem er þarna, hans er neðarlega. Já, mjög neðarlega. Gunnar, þarna undan í boltan. Liggur eftir og... Já. Þannig við, þetta eitthvað... Jason byggðist allan afsökunar. Nei, þetta var ekki Jason. Kalla á hérna... Kalla á bekkinn.
Þá kemur Valgeir Daði inn á sem sjúkraþjálfari og eins og alvöru ástríðu liði Sæmir þá náttúrulega ómæntaði maður í því fæi. Það sjálfsögðu. Ekki var amma mín hjúkrunarfræðingur eða læknir en alltaf gat hún kistabáttið og mér leiði miklu betur. Já, það er rétt. Það er hárrétt. Það er spurning hvort að svipuðum töktum sé beitt hér í kvöld en ég var snuðum það. Hann gramsar allan eitthvað hérna í töskunni. Hann fann eitthvað spray. Já, þetta hlýtur að virka. Þetta hlýtur að virka. Líklega vaft í 40. Mjög líklega, ískallt vaft í 40. Og þá erum við bara allt aðrið, sko. Það má segja að Valgeir sé skottulæknir. Já, það er algjör. Hann er skottur. Já. Kannski er ekkert í töskunni. Nei. Það getur bara verið. En upp hans fúskhætti munur einn daginn komast. Já, hann þetta. Jæja, nú getum við hafið leika 9. Já, líka er boltanum áfram. Þetta er svolítið erfið sending. Maður nær henni nú samt. Hér eru 3 á mjög litlum fleti þarna, en óbýtu, Raggi heldur þessu, nei, hann gerir það ekki. Það er líka rángstæður fyrir innan. Já. Sigurður, nei, hann gefur á Gulla bara. Marino, nei, hann er ekki senda boltan hann Alexander. Þá kemur skiptingin á Jason. Þetta er vandræðagangur, það vissi Gunni ekki hvort hann ætti að fara út í þetta ekki, hann hefði átt að gera það. En þeir skora, Afturelding eru að komast í forystu hér og það var Jose González sem skallaði boltan þarna í markið. Þetta Já, þetta 3-2 á 87. mínútu, 88. mínútu. Jose González með þetta mark. Já, gríðarlega svekkjandi fyrir Káramenn sem voru komnir 2-0 yfir. Þetta er 20 mínútur. En núna verður maður eiginlega að segja eins og að hér skiptir svolítið máli hvernig hóparnir eru skipaðir og það er sem sagt þunnur bekkur hjá Skagamönnum en Afturelding þeir setja 2 menn inn á. Jason sem hefur verið mjög góður og mjög sprækur kemur hérna inn og síðan Jose González sem kemur og skorar þetta mark, þannig að það munar svolítið um það hér í dag. En svona Afturelding búin að vera sterkari allan seinni hálfleikinn. Já, allan seinni hálfleikinn og með þessu eins og staðan er í deildinni akkurát á þessari stundu eru Káramenn að detta niður í 5. sæti. Já, það er stutt á milli í þessu. Það er mjög stutt á milli í þessu og þetta er mjög svekkjandi fyrir Kára og það er ekkert. Góð pæling.
fyrir Brjáur. Káramenn reyna vandarlega hvað þeir geta að jafna þennan leik. Já, það er ekkert annað í stöðunni. Nei. Langur boltinn á teginn og... Já. Ragnar að skota, en það er yfir markið. Venjulegu leiktími að renna sitt skeið. Og líklega einhverju 3-4 mínútum bætt við þannig leik. Býst ég við. Já, verið svona hefðbundnar tafir bara, eða ekki? Skiptingar og jú, hafi nú Gunnar lá hérna einu sinni í svolítinn tíma og já, þannig að en nú liggur enginn? Alonso, nei, ekkert lengur. Hann er staðinn upp, frískur. Já, sjálf það verið betri. En þetta er bara potinn er nú jöfnunarmarkið, það við biðum ekki meira. Þessi voru býðir í áður. Já. Nei, við biðum ekki meira heldur en jöfnunarmark og það myndi skipta gríðarlega miklu máli því þetta er líklega spjald, eða ekki? Já, Það var að fylla boxið. það er ekkert annað í stöðunni. Það er ekkert annað. 3, 2, 1, stopp. Nei, þessi var nú ekki góður. Þessi bolti á Gunnar allar að... Já. Þessi bolti... Hann flikkar þessu... Herðu nú mig! Brot þarna! Ha! Þarna vildi Káramenn fá enga fyrir sinn snúð. Já, jafnvel, kannski. Virkaði svona héðan. Þeir fara bara upp í horni. Eins og boltan út af. En þarna misti dómarinn líka einu gulu spjaldi þarna. Já, ég sá það upp í horni. Ég held að mér sýndi hvort það var Sindri sem keyrði bara hvort það var Andra þarna niður. En já, þetta hefði nú verið einhver dramatíkin ef við dæmt vítaspyrnu hana. En þetta svona virðist vera að renna út í sandinn. Já, virðist vera. Það var bara... Jæja. Hann flæði þessum fram. Líklega síðasti sjansinn. Líklega síðasti sjansinn, já. Nei, hérna missir hérna Gulli eitthvað á boltan. Það er ekki dættu brotlegur svo, það ekki? Já, Sindri, held ég. Það er Sindri? Já. Gildur svo sem einu hver er, en... Já. En þá er þetta líklega bara... Já. Sparkur sér bara inn upp í hornið. Benni skallar hann frá. Það var vel gert hérna á Andra. Hann ætlar ekki að hætta.
Nú agalega pröfalegt hjá Hákoni. Hann er ekki nóg vandvirkur þarna. Þetta er svo pröfalegt á þessum tíma, gefur Aftureldingu tækifæri til þess að bara taka þér bara eða tíma. Já, koma upp með liðið og láta klukkuna renna út. Afturelding, þeir halda bara boltanum hér og býttu Jæja. Menn eru kaldir hér. Alexander sendur yfir hér, Benni skallar þetta. Jæja, þeir reyna að koma boltanum einu sinni hér fram eða hvað. Arnar langan, nei, hér er engin. Gengi illa hjá Kára að reyna að skapa hérna hættu í lokin. Já, eins og bara hann er rangstæður hér. Kólrangstæður. Já. Jæja, hann ætlar ekki okkur, hann ætlar að bæta svolítið við þetta. Já, hann ætlar að gera það. Tökum því? Já, við gerum það. Trillir samt ef hann flautar að núna, sko. Nei, þetta er agalegt, sko. Þetta er ekki gott. Já, hér flautar hann til leiksloka. Afturelding vinnur þennan slag, topparáttu slag í annarri deildinni í dag. Leikurinn fór fyrri hálfleikur og flottur hjá Káramönnum. Já, hann var það. Komist yfir á 14. mínútu með marki Alexanders Más og hérna Ragnar Már Lárusson bætti við öðru marki á 21. mínútu. Og hérna víti skoraði Elvar Ingi á 33. mínútu. Miklu öryggi. Og síðan í seinni hálfleik þá yfirtóku leikmenn Aftureldingar gjörsamlega leikinn og það má segja að þessi úrslit séu þanniglega sanngjörn. Alexander Aron skoraði fyrsta markið og Jose González Já, ég meina, er einhvern... Annar markið og þriðja markið skoraði Jose González og þar leiðandi kom þeim hérna í 3-2 og þar með stalsigrinum á heldur seint í leiknum og það er gríðarlega svekkjandi. Mjög svekkjandi. En kannski sko, var eitthvað meira en þessi kannski fyrsti hálftíminn eða kannski rétt rúmlega í fyrri hálfleik sem að Kári var betra lið vallarins? Ég minnum við varst fyrir hálfleikur fínn og kannski 2-1. Já, sæmilega sangjandi en eins og ég segi það því miður bara er bara yfirspiluð. Það áttu setni hálfleiki bara með húð og hári. Svo ég segi það þá hérna kemst Afturelding á topp deildarinnar með þessum úrslitum með 33 stig en Káramenn detta úr öðru seti niður í að 5. með 31 stig en það eru nú ekki nema 2 stig upp í toppsætið en að tapa þessum innbyrðis viðregnum getur verið svolítið dýrst en Kári á leik aftur í þessari viku held ég laugardaginn þurfa að ferðast alla leið á Fáskrúðsfjörð til að spila mútið Leikni klukkan 2 á laugardaginn. Það er nú ekki dónalegt að fara austur í góðu veðri? Nei, það er það svo sannarlega ekki. Það er bara forréttindi. Já, en við hjá IA TV, við kveðjum í dag. Þetta er svekkjandi tap. Mjög svekkjandi tap. Ég heiti Björn Björnsson og lýsti þessum leik ásamt þér, Kristján Gauti Karlsson. Það er ég. Ingimar Elvar, stjórn útsendingu og Valgeir Sigursson var á myndavélinni. Við þökkum fyrir í dag og sjáumst, ég man ekki hvenær, en fljótlega vonandi. Já, einhvern tímann. Mjög fljótlega. Takk fyrir í dag. Verið sæl.